Í glæsilegu húsi niður við sjó á Fáskrúðsfirði leynist lítið gallerí, Gallerí Kolfreyja, sem í má finna ýmislegt handverk sem unnið er af heimafólki. Árið 2013 var stofnaður félagsskapur utan handverk sem fólk var að vinna heima hjá sér og til varð handverkshópurinn Kolfreyja. Og þá var nú farið að leita að nafni á hópinn og það var handverkshópurinn Kolfreyja sem að varð ofan á. Því að það er tekið frá skessu hér út í firði sem að tilheyrði skrúðsbóndanum og þannig að það var svo margt fólk sem var að búa til eitthvað heima og langaði til að koma því á framfæri og gera eitthvað fyrir staðinn og brjóta svolítið upp tilveruna og hafa gaman að þessu bara. Í dag eru 50 manns sem tilheyra handverkshópnum og allir tengjast þeir Fáskrúðsfirði. Svo höfum við starfstömmina þannig að við erum bara skiptumst á að vinna hérna. Deilum með okkur bara vöktum, eru hérna 4 tíma í einu og það eru mjög margir sem að taka bara þátt í því að halda þessu gangandi og bara gaman. Og eru þá 50 mann sem eru að selja vörur? Já, reyndar eru nokkrir styrktaraðilar sem eru bara í hópnum en eru kannski ekki endilega með svo mikið af vörum. Nei, akkurat. En aðstóð okkur á margan hátt, sko. Og er þetta meiri hlutin konur eða? Já, meiri hlutin er konur en það eru samt nokkri karlmenn. Fólk á öllum aldri selur vörur sínar í galleríinu og Sigrún segir aðsóknina vera góða og heimamenn séu stór hluti viðskiptavina. Já, það er komið hérna, menn er að koma og fá bæði svona tækifærisgjafir og svona. En það er mjög mikið af útlendingum sem koma, mikið af Frökkum því að við höfum góð tengsl hérna við franska safnið sem er hérna í hótelinu. Og það er rosalega mikið hópum sem að koma þangað, sem að koma svo hingað úr safninu. Og af því að þetta er svo nálægt, þetta er svona styður hvert annað, sko. Þannig að við fáum mjög oft hópa hérna inn. Og það er mikið af svona fólki sem eru bara á ferðinni, Íslendingar og svona sem eru bara á ferðinni á húsbílum og ýmislegt kíkja við og kíkja í kaffi og gamlir Fáskrúðsfirðingar sem að koma við og svona spyrja út í fólk og svona hvað er að gerast á staðnum og fylgjast með. Húsið sem hýsir Gallerí Kolfreyju heitir Tangi og var byggt árið 1895 sem verslunarhúsnæði og á sér langa verslunarsögu. Það var fyrst Tuliniusar verslun sem var hérna rekin. Það var maður frá Eskifirði sem hafði farið út í byggingar að læra og kom hér og teiknaði þetta hús og það var reist Vilhelm Jensen, den hafi heitið. Og svo var rekin hérna verslun og svo var hérna kaupfélagið stofnað 1933, þannig að það er 85 ára og þess ári og það rak hérna verslun alveg mjög lengi. Tangi var á tímabili einnig nýtt sem íbúðarhúsnæði en eftir að kaupfélagið var stofnað árið 1933 var byggt annað hús fyrir kaupfélagsstjórann og nýttist á hluti hússins sem skrifstofur. Á efri hæðinni var lagerinn og enn í dag sést lúgan sem notuð var til að taka á móti vörum. Húsið var orðið mjög illa farið þegar var ráðist í endurbyggingu á því kringum 2010-11. Þá var ráðist í alveg gífurlega framkvæmdir og þetta var allt endurnýjað. Í dag er einungis verslun í helming neðri hæðar hússins en hvað má finna í restinni af húsinu? Já, það eru safngripir sem eru hérna inni, það er salur hérna uppi sem er fundasalur og menn geta fengið þann legðan og geta verið með fundi og smá samkomur þarna og hérna inni eru stofur, þetta var kallað betri stofa hérna áður og heitir betri stofa önnur og borðstofa hinn og þarna eru inni möblur sem við fengum tilbaka frá Birni sem var fyrsti kaupfélagsstjórinn hérna og þau hjón, Björn og Þórunn. Og afkomendur þeirra, þeir vildu að húsgögnin kæmist heim aftur þannig að það var gaman að fá það tilbaka. Það eru mjög margir sem koma og labba hérna húsið og skoða myndir. Það eru myndir af starfsfólki hérna upp á veggjum og sem kannast við andlitin.
En af öllum þessum dásamlegu handverksmunum sem í boði í Gallerí Kolfreyju, hvað skildi vera vinsælast? Það eiginlega bara erfitt að telja eitthvað eitt. Það fer náttúrulega mikið af lopapeysunum. Það alltaf vinsælar. Nú svo ef það kalt og vindur þá eru húfurnar, þá fjúka þær út, bara bókstaflega, sko. Og það mikið komið, menn að kaupa. Menn að kaupa bolla eða könnur eða skartgripi eða hvað sem grípa vettlinga eða eitthvað í tækifærisgjafir og það mikið af ungbarnafatnaði líka, húfum, sokkum, vettlingum. Þannig að það bara allt mögulegt sem að seljast. Já, það svo sannarlega hægt að mæla með því að kíkja í heimsókn til þeirra í Gallerí Kolfreyju því þaðan ómögulegt að fara tómhentur og gestrisnin þar í fyrirrúmi.